Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við að venju tökum upp hérna á R5 við Ráðhústorgið á Akureyri. Við ætlum að fjalla ýmislegt í dag að venju. Við ætlum að tala mikilvægi sköpunar, mikilvægi samskipta, mikilvægi bóka og svona mikilvægi íþrótta. Þannig að þetta svona mikilvægi þátturinn. Og við ætlum kannski að byrja að tala eitt mikilvægt sem að enginn eyland. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Þetta sem sagt titill á já, hvað ég að segja, málþingi eða ráðstefnu. Hvers vegna þessi titill? Við svona, þegar við fórum á stað með þetta verkefni, þá var svona hugmyndin að horfa út fyrir Eyjafjarðarsvæðið og út fyrir norðurslóðir og horfa svona út í heim og það er náttúrulega bara staðreynd og það sem að gerist út í heimi, það kemur okkur öllum við á tímum hnattvæðingar og titillinn er svona, hann er tekinn út úr þessu sjónarmiði, sko. Þannig að það verið að skoða Ísland svona í alþjóðlegu samhengi? Já, akkurat. Getið þið nefnt mér aðeins dæmi bara umfjöllunarefni og markmið? Þið seilist á ansi mörgum mið? Já, þetta er þverfagleg ráðstefna sem þýðir að við erum ekkert að einblína á eitthvað eitt málefni, heldur rauninni allt sem skiptir máli fyrir Ísland í þessu stóra samhengi sem allur heimurinn í rauninni. Þannig að við erum að svolítið til dæmis núna vegna þess að við erum tiltölulega nýbúin að taka við sýrlenskum flóttamönnum. Þannig að það verður svolítið mikið svona okkar tengsl við fólk af öðru þjóðerni sem að koma hingað. Þannig að við munum fjalla innflytjendur almennt, við munum fjalla flóttamenn og við munum líka fjalla þróunaraðstoð. Þannig að það er svona eiginlega gegnum gangandi þema allan daginn í einni málstofunni, þar sem við munum fjalla þessi mál. En svo erum við líka að skoða útflutning á sjávarútvegi, við erum að tala Ísland og samskiptum við Vesturheim, Ísland og samskiptum við Evrópu og við erum að skoða líka svolítið svona ímynd Íslands á alþjóðavettvangi, að tala íslensku kennslu erlendis, eða það er fyrir útlendinga og ég er örugglega að gleyma einhverju. Já, varnar- og öryggismál eru þarna líka. Loftslagsmál. Já, norðurslóðir, alltaf sjálfsög. Þannig að þetta er mjög svona breytt svið. Og hugmyndin með ráðstefnunni er eiginlega að taka fræðasamfélagið og embættismannakerfið og almenning, hjálparstofnanir og félagasamtök og svona tengja þetta svona saman. Við erum að fá þarna fulltrúa frá félagasamtökum til dæmis sem að svona venjulega eru bara að gera sína hluti í sínu horni. En við erum svona að reyna að tefla þessum hópum saman og ráðstefnan er opin og við erum að vona það að svona skapi ákveðna svona dýnamík á staðnum. Nákvæmlega, og kannski ekki síst að því þetta tengist nú allt saman. Það er voðalega erfitt að skoða einn málaflokk eins og málefni norðurslóða eða innflytjenda sem bara einhvern afmarkað box. Algjörlega, og líka þetta við fræðimenn hafa svolítið verið í sínu horni að gera eitthvað sem kannski ekkert endilega mikið verið að tengja við það sem að félagasamtökin að gera eða jafnvel bæjarfélagin og ráðstefnur eru oft þannig, það eru annarkvort bara mjög fræðilegar eða alls ekki. Hérna færðu allt, þú getur farið á málstofur þar sem eru til dæmis bara prófessor úr háskólum að fjalla það sem þeir eru að rannsaka. En svo eru líka með þessi félagasamtök að koma og kynna það sem þau eru að gera. Við munum fá mjög spennandi myndasýningu til dæmis, þar sem að vera að lýsa sem sagt, það er Einar Heiðar Valsson sem er skipari á Landhelgisgæslunni sem hefur verið að vinna í Miðjarðarhafinu að aðstoða flóttafólk. Hann verður þarna og verður svona, gefur okkur svona sýnishorn af þeim aðstæðum sem að menn er að fást við þar og þannig bara raunveruleika sem að blasir við Evrópubúum. Þannig að bara það að fá að sjá þessar myndir sem hann er með, það er ekki eitthvað sem við getum hvar sem er. Vorum að sjá í rauninu mjög athyglisverða niðurstöður rannsóknar málefni innflytjenda hér á Akureyri og flóttafólks og þar sem að helstu niðurstöðurnar eru í raun að Akureyringar séu mjög jákvæðir gagnvart fólki að öðru bergi broti heldur en íslensku og engin marktækur munur á innflytjendum og flóttafólki sem að margir telja mjög ánægilegt en það sem að vakti athygli mín að minnsta kosti þegar ég var að lesa niðurstöðurnar eða skoða skóluritin var að þar var ofboðslega sterk tenging milli menntunar og skoðunar á þessum málaflokki þar sem að í rauninu var bara því minni menntun því líklegra var að viðkomandi teldi það hafa neikvæð áhrif á samfélagið að það væru þar innflytjendur og flóttafólk og akkurat öfugt síðan upp stigann og að því að við erum að tala þarna
opna ráðstefnu og málstofu og nú oft því fleygt fram að fordómar og litlar upplýsingar séu það sem að skapi svona það hlýtur að tengjast kannski ykkar áhuga á því að opna slíka ráðstefnu fyrir almenningi að umræða og skoðanir fólk séu byggðar á raunverulegum forsendum eða hvað? Já, algjörlega og þessi rannsókn sem þú vísar í, hún verður einmitt sérstaklega kynnt þarna, það ein málstofa innflytjendur og það hópur Markus Mekl sem við Háskólann Akureyri og fleiri með honum hafa verið að rannsaka sem sagt eiginlega stöðu innflytjenda á Akureyri og þessu svæði hér í kring og þannig meðal annars innflytjendur í skólakerfinu, hvernig skólakerfi bregst við því, það verður að tala ánægju innflytjenda, það kemur í ljós að þeir útlendingar sem búa hér á Íslandi eða allavega hér á Akureyri eru ákaflega ánægðir með lífið, þeim finnst gott að búa hérna og okkur finnst þetta frábært að heyra slíkar niðurstöður. Þannig að sú málstaða verður mjög mikið bara einmitt þessar rannsóknir sem þau hafa verið að gera hérna í Háskólann Akureyri sem fjalla stöðu innflytjandans í samfélaginu og ég held einmitt að þeir sem eru neikvæðir gagnvart flóttamönnum öðrum hafi gott að því að sjá einmitt þessar niðurstöður og sjá hvað þessu fólki líður vel og hvað það hefur rauninni mikið upp á að bjóða fyrir okkar samfélag. Er það einmitt kannski mikilvægi þess að hvort sem það Akureyrar akademían þar sem að fræðafólk kemur saman eða háskólasamfélagi að opna svolítið dyrnar fyrir almenningi, þetta snúist ekki menntun eða stöðu, heldur bara mannfólki. Skiptir bara gífurlegu máli og þetta bara að opna eins og þarna, bara bjóðum við Akureyringum til að koma í háskólann og hlusta á þessa fyrirlestra. Við setjum þetta bara upp svona eins og eiginlega hlaðborð og fólk getur bara komið á staðinn og valið sér hvað það vill hlusta á og þetta bara liður í því að opna skólann og svona efla umræðuna þessi mál í bænum sko. Og líka að gefa almenningi kost á því að koma upp í háskóla og sjá þetta dásamlega hús sem við eigum þarna og hvað margt þarna í gangi sem hægt að gera. Við viljum alltaf ná betri tengingu milli skólans og bara samfélagsins og þetta eitt af því. Og eins að vekja athygli á Akureyrar akademíunni sem hópur sjálfstæðra rannsakanda sem að gera mjög góða hluti og sem mikilvægt samfélag fyrir háskólan. Þarna höfum við fræðimenn bara rétt hinum yfir brúna sem að gera merkilega hluti sem við getum tekið inn og fengið til að koma og kenna áfanga hjá okkur og fleira. Þannig að sko hluti þessara ráðstefnu í rauninni bara styrkja þessi bönd milli Háskólans Akureyrar og Akureyrar akademíunnar. Yndislegt, takk fyrir komuna, bæði tvö og auðvitað hvetjum við bara fólk til þess að kíkja þarna. Þetta fræðarsamfélag ekkert endilega musteri úr gleri þar sem enginn velkominn heldur einmitt þveröfugt til dauðlangar að fá okkur. Við höldum áfram eftir augnablik.